Innan við 20% þeirra sem læra lögreglufræði eru konur. Þetta er lægra hlutfall en víða annars staðar. Rut Herner er ein af þeim sem er menntaður lögreglufræðingur. Velkomin. Takk fyrir. Hvað var til þess að þú fórst í lögregluna? Heyrðu, þetta er svolítið góð spurning. Það er ekkert eitt svar við því, sko. Ég ætlaði bara einhvern veginn alltaf í lögregluna og svona, ég fór ekkert alveg beinustu leið í þetta nám. En ég lét verða því 2014 og sé ekkert eftir því. Hvað gerur í starfinu? Það er rosalega fjölbreytt. Sem er núna, þá er ég starfandi lögreglumaður á bíl, sérst bara ég geng vaktir og við sinnum útköllum og auðvitað er einhver frumkvæðisvinna líka sem fylgir því og það er svolítið undir okkur komið bara að sjá svona svolítið að allt gangi eins og á að gera bara í samfélaginu og þetta er bara, eins og segi, þetta er alveg hrikalega fjölbreytt starf og við komum eiginlega bara að öllu, sko. Hefurðu fundið fyrir einhverjum fordómum vegna þess að þú ert kvenmaður eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég get ekki sagt það. Það kom mér svolítið óvart eins og þú sagðir að 20% kvenna eru þeir sem að sækja lögreglufræði en það var ekki svoleiðis í mín tilfelli. Bekkurinn sem ég var í, við vorum 11 stelpur og 5 strákar og þannig að það er svona mín svona fyrsta upplifun af því að komast inn í lögregluna. Ég var umkringd konum sem voru að læra það sama og ég og við vorum með kennara sem voru kvenkyns og allt svoleiðis. Ég hef aldrei fundið fyrir neinu fordómi minn garð í starfinu, sko. Myndirðu segja að þú er í draumastarfinu eins og er? Já, ég myndi segja það. Þetta er bara það sem ég langar að gera og ég sé ekkert fram á það að ég sé að fara að gera neitt annað. Hvað finnst þér að háskólinn sé byrjar að taka inn lögreglunámið? Mér finnst þetta jákvætt. Þetta er náttúrulega bara það sem að við erum svona að fylgja bara straumunum í kringum okkur og ég segja nú bara fyrir mig að ég hef alveg viljað hafa námið mitt aðeins lengra. Því þetta var ekki nema 1 ár þegar ég lærði þetta. En þannig mér finnst þetta bara rosalega jákvætt, sko. Og þetta getur ekki orðið bara betra en það er núna. Ég held að sé bara alltaf að þróast og verða betra. Heldurðu að það muni kannski minnka mismunin á kynjahlutföllunum með þessu áframhaldi? Já, ég efast ekki það. Bæði, þetta er kannski orðið svolítið aðgengilegra. Fólk svona kannski hugsa með sér að það geti kannski prófað og ef það finnur að þetta er ekki fyrir það þá kannski bara fer það í eitthvað annað en ég er alveg viss um það að þetta verður til þess að það verða fleiri konur sem að prófa þetta og vonandi bara fara alla leið og verða lögreglumenn, sko. Ertu með einhverja skemmtilega sögu sem þú getur deilt með okkur úr starfinu? Úr vinnunni? Vá. Þetta kom svona óvart þarna. Það er svona ekkert sem við dettur í hug, akkurat eins og er, sko. En nei, því miður, ekkert svona sem við dettur í hug. Nei. Eins og er. En þetta er allt saman rosalega skemmtilegt. Sko, þó að ég muni ekki neitt svona kannski einhver skemmtilegu sögur núna, þá samt man maður meira eftir svona þessu góða heldur en þessu slæma. Og það er líka kannski svona svolítið það sem heldur mann í starfinu. Öðruvísi væri maður ekkert í þessu. En maður geta svona minnt sig á það hvað þetta er skemmtilegt starf. Myndirðu segja þetta veri fjölskylduvænt starf? Sko, það fer svolítið eftir hvernig litið er á það. Ég hef ákveðið að líta á þetta sem fjölskylduvænt starf og mér finnst ég að vera rosalega mikið heima. Ég á ungan dreng sem er ekki nema 1 árs og mér finnst ég bara að vera rosalega mikið heima með honum. En svo á móti þá þarf ég að vinna á nóttunni og það er kannski makki minn sem að finna svolítið fyrir því. En já, ég sé bara það jákvæða við þetta, sko. Takk fyrir komuna. Já, það var lítið, takk.